En spurningin hvort allir geti eignast eigið húsnæði á hinum svokallaða frjálsa markaði, það óheftum húsnæðismarkaði, þá svarið klárlega nei. Verð á húsnæði sveiflast eftir ýmsum þáttum, til dæmis aðgengi að lánsfé, vaxtakjörum og kaupmætti og kaupgetu almennings. Og þar sem kaupmáttur og kaupgeta almennings misjöfn, þá liggur í hlutarins eðli að þeir sem eru með lægri millitekjur og lágar tekjur að spila á markaði sem mótaður á kaupmætti og kaupgetu þeirra sem eru með meðallaun, hærri meðallaun og jafnvel mjög há laun. Þetta felur í sér að hinir fátækari, hinir efnaminni, alltaf að spila á heimavelli hinna ríku og það endar yfirleitt illa. Auðvitað getur fátækt fólk staðið í skilum jafnvel árum saman, en á 40 ára tímabili, eins og vanaleg lánakjör eru á húsnæðislánum í dag, þá næsta víst að fátækt fólk, lágtekjufólk og fólk með lægri millitekjur mun lenda í stórkostlegum vandræðum einhvern tímann á þessu tímabili og mjög líklega oftar en einu sinni. Af þessum sökum hafa flestar þjóðir kosið að einangra hluta af húsnæðismarkaðnum, klippa hann frá sveiflum hins frjálsa markaðar. Í sumum löndum þetta kannski 20–30% af húsnæðismarkaðnum, í öðrum 40% og jafnvel 50%. Á Íslandi þetta mjög lítill hluti markaðarins. Hér hefur ríkt svokölluð séreignarstefna sem byggir á því að allir eigi að eignast húsnæði og allir eigi að sækja það út á hinn frjálsa markað. Þessi stefna hefur komið íslensku láglaunafólki afskaplega illa. Það ekki svo að lág laun á Íslandi séu hærri en annars staðar og þess vegna geti láglaunafólk á Íslandi frekar keypt sér húsnæði. Það heldur ekki svo að íslenskur húsnæðismarkaður sé meira jafnvægi en annars staðar og sveifli síður og skapi þar af leiðandi minni hættu fyrir láglaunafólk, þvert á móti. Íslenskt efnahagsástand mjög óstöðugt og húsnæðismarkaðurinn sveiflast hér mjög hátt og skellur mjög skarpt niður. Af þessum sökum getur láglaunafólk á Íslandi horft fram á það, þegar það tekur 40 ára húsnæðislán, að lenda í vandræðum og verða í mikilli hættu á að verða gjaldþrota á kannski 7–8 ára fresti, ævin á enda.